þá réttur settur hjá okkur eins og við köllum þennan lið hér við rauðaborðið á Samstöðinni, stundum meira í gríni en alvöru. En hann komin hingað til okkar Gísli Tryggvason lögmaður til að ræða lögfræðileg álitamál, oftast tengd fréttum líðandi stundar. Vertu velkomin, Gísli. Takk og gleðilegt ár. Gleðilegt árið. Við ætlum að renna yfir nokkur spennandi umræðefni, sektardóm gegn Íslenska ríkinu hjá mannréttindadómstólnum, mögulega yfirtöku Grænlands og ræða einnig Venezuela. Bruna ætlum við að ræða, fleiri neitt og meintan perra. En eigum við að byrja kannski á dómi sem nýfallinn og var í fréttum í gær að Drífa Snædal, talskona Stígamóta, hún segir dóm gærdagsins staðfesta enn og aftur að brotið hafi verið á rétti brotaþola hér til réttlátrar málsmeðferðar. Játning hafi legið fyrir í málinu sem að var kært en samt sé litið til ásetnings frekar en samþykkis. Þetta er 16 ára stúlka sem var lenti í ofbeldi á útihátíð 2019. Hvað svona afgreiðslu að segja? Já, þetta er svolítið framhald af dómum sem féllu hérna í haust eða vetur. Það sem að ríki var dæmt sekt í einhverju máli og saklaust ef svo má segja í hinum. Það var vegna vanrækslu held ég á þessi mál í haust að rannsaka málin og láta þau fyrnast í kerfinu. En hér rauninni farið, heyrist mér, meira ofan í efnið. Það er ekki vanræksla í þeim skilningi eða tómlæti að bara málin gleymast og fyrnast í skúffu, heldur efast eða dæmt áfelli fyrir það mat fulltrúa ríkisins, lögreglunar þá, að hafa bara hort á þetta svona klassíst, hvort ásetningu sé fyrir hendi. Það er svona almennt skilyrði í alvarlegum hegningalagabrotum að maður hafi ásetningu til þess að brjóta lögin, ekki bara gáleysi eins og í öðrum málum. En þarna segir þá Mannréttindadómstóllinn að það eigi að fara ofan í líka hvort að samþykki var til staðar, sem er þá kannski frekar, já, það er bara nútíma, refsiréttar reglur í kynferðisbrotamálum, það er ganga lengra. Já, það er kannski leikmaður eins og ég á svolítið erfitt með því, þessu eins og Drífa ræður að játning hafi legið fyrir í málunni. Já, það er játning og þá er það væntanlega að mati Mannréttindadómstólsins rangt að fella máli niður. Játningin hefur kannski ekki náð nógu langt að mati lögreglunar en dómari á endanum í sakamáli á auðvitað að meta hvort að játning er sannleikanum samkvæmt. Það er ekki nóg að hafa játningu en þarna hefði það greinilega átt að nægja til þess að fara áfram með málið, segir Mannréttindadómstóllinn. Hann játaði að hafa káfað á henni en sagði einmitt eins og þú ert að tala ekki ásetningur að brjóta á henni, en MD segir bara að það þurfa að líta til samþykkis. Já. Þegar það var verið að koma þessu kerfi á þá fannst sumum gagnrýnendum þessi samþykkisregla lúta því að það verið að snúa sönnabyrðinni við. En þeir sem studdu þessa breytingu töldu nú bara að það væri verið að færa þetta nær nútímanum, að það þurfi alltaf samþykki í kynferðisathöfnum og það á þá jafnt við káf sem annað. Maður heyri stundum talað ákveðna menningu eða ómenningu, ætti ég kannski að segja hér, að við tiplum svona, já, að brota þolar í nauðgunarmálum. Þeir eigi bara erfiða daga framöndan að leita réttlætis, heldur að sé eitthvað til í því að Íslendingar séu þarna við annað borð heldur en nágrannaþjóðir.
Ég hef nú kannski ekki næga yfirsýn yfir það. Ég hugsa við séum nú framar en sumir en aftar en aðrir, sko. Við fylgjum nú oft þessum straumum sem koma frá Skandinavíu og Norður-Evrópu. Þannig að ég held nú að við fylgjum í mestu bæði lagasetningu og kannski stundum með smá senkun lagaframkvæmd. En mannréttindadómstóllinn hjálpar okkur við að halda okkur við efnið og hann svona svolítið skemmtilegt dæmi að þar hefur þjóðaréttur sem við ræðum sjálfst á eftir í tengslum við önnur mál, þar hefur hann bein áhrif eða sterkari áhrif af því að þar eitthvað apparat sem að dæmir mál sem að eru borin réttilega undir dómstólinn. Það svo sem enginn sem framfylgir dóminum ef að Íslenska ríkið myndi hunsa þessa dóma en þá hægt að taka á því í Evrópuráðinu eitthvað slíkt, sko. Já, mannréttindadómstóllinn okkar réttarbót. Já, mjög margt hefur lagast í íslensku réttakerfi undanfarin, eiginlega 35 ár. Það það leyti sem ég að hefja laganám, þá fara að koma dómar eða áhrif af dómum Mannréttindadómstólsins sem að hafa stórbætt íslenskt réttarfar. Já, og í mínu fæi þá var nú bara óskiljanlegur geðþótti dómara stundum sem leiti til mjög vafasamra dóma gagnvart blaðamönnum og blaðamenn hafa oft unnið mál fyrir Mannréttindadómstóli í Evrópu. Já, það fjölmiðlarétturinn eitt af þeim sviðum sem að hvað mest hefur þróast fyrir atbeina Mannréttindadómstólsins. Þá eins og þú nefndir, við ætlum að ræða þjóðarétt, við ætlum að ræða skuggalega tíma. Það var hérna í ársbyrjun ráðast inn í Venezuela eða semst leiðtoginn þar, hún var rænt og svo hefur verið svona stigmögnun í því hvers grænlendingar mega vænta. Þegar þetta spjall okkar sýnt þá kunna hlustendur og áhorfendur að búa yfir nýrri upplýsingum en við erum að taka þetta upp hérna hádegisbil á þessum ágæta miðvikudegi 14. janúar en hvaða staða uppi núna í alþjóðamálunum bara raunverulega hætta á því að lög og reglur og þjóðaréttur og alþjóða viðmið og sáttmálar og reglur að þetta sé allt á hverfanda hveli vegna ofstopa eins valdamikils manns? Já, maður hefur lengi óttast það, kannski aðeins á fyrra kjörtímabili Trumps 2017-21 en núna þegar það tæpt ár liðið af seinna kjörtímabili hans þá finnst manni það ekkit vera neitt sem maður á óttast, maður bara sér það gerast í framkvæmd. Ef maður áhugasamur sögu og þekkir til dæmis Kúbudeiluna þá var þar heimurinn á barmi heimstyrjaldar töldumenn, kjarnorkustyrjaldar og það tókst að afstýra því með snilli myndi ég nú segja bæði Kennedys og Khrushchev eða með þeirra aðstæður en á undan var það sem kallað var blockade eða quarantine eða hafnbann á skip rússnesk skip sem stemdu til Kúbu með eldflögur sem að Bandaríkjamenn vildi ekki sætt sig við að yrði komið upp. Þetta var tæknilega séð sennilega þjóðréttarbrot, það má ekki hindra frjálsa förum hafið. Nei. En það hafði samt þessar góðu afleiðingar að þessir aðilar bökkuðu og það varð ekki styrjöld. Það var árið 1962. Já. Það mjög skemmtileg mynd sem að heiti 13 Days sem fer yfir þessa daga mjög sögulega rétt held ég. En hvað það? Nú Trump búinn að fyrirskipa í nokkra mánuði held ég, frekar en vikur og hreinlega bara
árásir á skip sem sigla þarna í Karabíska hafinu og í staðin fyrir að sko handtaka meinta fíkniefna flytjendur þá bara sprengir hann þá. Og það eru auðvitað brot á mörgum þjóðréttarreglum að drepa menn bara án dóms og laga og út á úthafinu, en sumir finnst bara það fagnaðarefni að losna við þá og fæla aðra frá. Þetta líka rosalegt fordæmi bara fyrir aðra þjóðir. Já, og hvað næst spyr maður alltaf, og þá vaknar maður við það laugardaginn 3. janúar að það er bara búið að ráðast inn í landi, það er búið að fara inn í fullvaldaríki sem er auðvitað bannað samkvæmt þjóðarétti og taka höndum, ég hef ekki viljað segja handtaka, en þetta er ekki löggæslu aðgerð, en taka höndum eða capture, eins og þau segja á ensku, þjóðarleiðtogann, þjóðhöfðingjan sem almennt nýtur líka friðhelgi. Bara ræn honum, reynilega. Já, það er svona gildislaðnar orð og margir nota það og færa hann fyrir rétt í Bandaríkjunum. Og Bandaríkin hafa auðvitað lengi tekið sér eða talið sér heimilt að vera með universal lögsögu í svona ýmsum málum, en ef maður sæi fyrir sér sko að Kínverjar eða Rússar væri ósáttir til dæmis við Netanyahu, gætu þeir þá bara farið inn í Ísrael og tekið hann höndum og sagt, við erum bara að sko bregðast við einhver óréttlæti, en ég veit ekki hvað dæmi maður getur skoðað. Ísraelar rændu Eichmann í Argentínu minni mig 60 eitthvað og færðu hann fyrir dóm í Ísrael og dæmd til dauða og drápu eða tóku að lífi og enginn harmaði það nú, en það var sjálfsagt óverulegt. Síðan var farið inn í Írak og Saddam Hussein tekin, en hann var hins vegar settur fyrir sko innlendan dómstól einhvers konar. Osama bin Laden. Osama bin Laden var náttúrulega ekki sko þjóðarleiðtogi, hann var náttúrulega bara hryðjuverkamaður sem var, það var svona meira í ætt við hefðbundna stríðsaðgerð eða hefndaraðgerð, þannig að allir þessi vondu menn auðvitað njóta ekki samúðar, en maður verður stundum að hugsa, hvað ef einhverju stórveldi dettur eitthvað slíkt í hug með gagnvart einhverjum sem við teljum ekki vondan mann. Það er svo margir vondir menn í heiminum sko, að ef að Bandaríkin eða alltaf ákveða hver er vondur og hvernig á að taka sko, þá er það ekki gott. Þannig að ekki síst ef sá sem stýri Bandaríkjunum er brotinn maður. Já, það eru þetta slík sjónarmið sko, en maður er svolítið ugandi að því að þjóðarétturinn, þó að hann virki ekki alltaf, þá reyna maður nú yfirleitt að fylgjónum eða láta lít út fyrir að þeir séu að fylgjónum. Þannig að næst spyr maður munu einhverju geta amast við aðgerðum Rússa sem eru nú búin að vera í bráðum 4 ár stríðið gegn Úkraínu. Munu einhverju geta mótmælt þegar eiginlega má segja Kína tekur yfir Tævan eins og hefur lengi verið á stefnuskráni. Þannig að maður er svolítið ugandi. Ef við ræðum aðeins Grænland, einhver hvíslaði að mér að þú væri nú sæmilaðir í dönskum lögum svona með að við margan Íslendingin. Að hve miklu leyti er þetta mál Dana að Trump ásælist Grænland og að hve miklu leyti er þetta mál landstjórnarinnar, grænlensku landstjórnarinnar að bregðast við þessu? Já, sko það er nú stundum sagt að Danir að Grænlendingar hafi einhvern stjórnarskrárvarinn rétt til þess að sko fá sjálfstæði, en það held ég að danska stjórnarskráin frá 1953 sko tryggir þeim ekki, hún er það gömul, en hins vegar telja nú flestir að þjóðaréttur veiti þjóðum sem óumdeilanlega eru þjóðir rétt til þess að lýsa yfir sjálfstæði eins og villumisgerðum. Það var að vísu byggt á þjóðréttarsamningi við Dani og þeirri stöðu að Danir voru nú
ekki aðstöðu til þess að mótmæla mikið undir hæl Þjóðverja. Við sættum færis. Já, og kannski skiljanlega þá hugsuðum við ætlum ekki að bíða þang til stórveldin skipta kökunni eftir heimsstyrjöldina síðari. Við ætlum bara að vera búin að tryggja okkur þá með beinum stuðningi Bandaríkjanna held ég og beinum með ópinnum Sovétríkjanna. Þannig að við vildum ekki bíða eins og sumir vildu þang til að Danir gætu hreinlega komið beint fram, þannig að við skildum við á meðan þeir voru undir hernámshæl Þjóðverja. Ég held að þetta sé bæði pólitískt og lögfræðilega. Þetta er mál Dana og Grænlendinga, en á þessum tímum þá bara skiptir það kannski engu máli. Ég óttast það að Trump muni bara gera svipað og Putin gerði á Krímskaga 2014, bara án mikilvæg hernaðaraðgerða yfirtaka de facto þetta landsvæði. Það þarf enga innrás sem eins og margir hafa bent á það. Bandaríkjamenn hafa jú viðveru á Grænlandi og hafa það samkvæmt samningu við Dani sem þá fara með utanríkismál og fullveldi Grænlands. Og það nú merkileg bíómynd þetta sem ég sá nýlega sem heitir Our Man in America eða The Good Traitor, Was Man in America, dönsk mynd frá 2020. Og það farið yfir það hvernig Henrik Kaufmann sendiherra Dana í Washington 1940 og áfram. Hann bara samdi við Roosevelt Bandaríkjaforseta að fá Grænland, að þeir kæmu sér upp hernaðaraðstöðu þar og fengju vel ótímabundna heimild til þess að hafa þar herstöð. Og þetta gerði Kaufmann í ljósi þess að þá var nýlega búið að hertaka hernema Danmörku og þar var eiginlega ekki, ef ekki lögleg þá var allavega frjáls stjórn til þess að díla þetta. Þannig hann framdi í rauninni þessi sendiherra, hann framdi formlega síðan landráð og var sett, það var hafinn sakamála rannsóknin gegn honum, en svo var það allt tekið að borðinu þegar friðurinn kom. Þannig að það er hægt að horfa til þessara sögu þegar maður metur þetta. Bandaríkjamenn hafa sem sagt, eins og margir hafa bent á, mjög miklar heimildir til þess að gera hernaðarlega það sem þeir vilja á Grænlandi, en þeir vilja meira nema það sé einhver samningatækni. Og ég held að þetta snúist lítið orðið eða minna skulum við segja lög heldur en bara de facto völd og hernaðarmátt. Sem gæti verið liður í því að heimurinn bara hrynji hægt og rólega. Já, allavega breytist þannig að smáríki verða í miklu meiri hættu ef það er bara alltaf hægt að segja að sá sem hefur valdið hann hefur rétt fyrir sér. Might makes right, eins og maður segja. Hvaða líkur er á því að við ræðum lagalega álitaefni hér á næstu 6 eða 12 mánuðum þar sem sú stað er uppi að Trump hefur tekið Ísland? Ég held að það sé nú ekki mikla líkur, en hættan á það sem kallað var Finnlandisering er kannski töluverð, að ef að Trump myndi bara taka Grænland eða án jafnvel blóðsúthellinga, ég sé nú ekki fyrir mér að Danir þóra að taka fyrsta skotið að þá mun það hafa áhrif kannski á hegðun okkar eins og það gerði að margra mati í kaldastríðinu. Þá voru við að mörgum vinstri mönnum eða gagnrýnendum talin vera bara speilmynd af stefnu Bandaríkjanna og eins og Finnland var gagnvart Sovétríkjunum og menn kölluðu þetta Finnlandisering og að menn svona færu mjög varlega í hegðun sinni gagnvart stórveldunum við hliðina. Og þó að það sé ekki mikla líkur eða mikil þörf held ég frá sjónarhóli Trumps einsinni að yfirtaka Ísland, því hann er nú með einhvers konar
herstöð hér eða aðstöðu að þá held ég að megi búast við að við verðum varfærnari af því að við erum annarkvort á vesturhveli jarðar sem að þeir skilgreina hafa lengi skilgreint sem sitt áhrifasvæði eða alveg á mörkum þess. Nú eru menn fannir að rifja mig upp rúmlega 200 ára gamla Monroe-reglu eða Monroe-yfirlýsingu kennd við minni mig utanríkisráðherra Bandaríkjanna þá frekar en forseta að Bandaríkin bara ráði sínum hluta heimsins og vilji ekki blanda sér í evrópsk málefni og vilji ekki að evrópsk ríki, þá stórveldi, blandi sér í þeirra hluta af jörðinni. Þetta nú bara svona gróft. Já. Ég verð bara hálf þunglindur að þetta. Já, þetta pínu, stundum finnst manni þetta spennandi að fylgjast með, en stundum verður maður bara alveg með sína að fylgjast með. Þetta svona kúltúrsjokk svolítið, þegar maður hefur alist upp við að oftast sé lög og regla látin gilda eða allavega látin líta svo út. Eitt sem að mjög margir viðmælendur samstöðurinnar síðustu vikur lýsa sameiginlega, það að við erum í lausu lofti og svona gildi og fyrirmyndir sem áður við vorum, svona flest okkar voru með einhverja teiknaða mynd af heiminum og hvar við ætluðum að halla okkar höfði og eitthvað svoleiðis. Þetta er allt í svo mikill upplausn að í rauninni veit enginn lengur neitt í sinn haus og það er svona þetta er svo framandleg tilfinning fyrir marga að vera landlaus. Yfirleitt höfum við getað beint vonum okkar í einhver ákveðna átt en núna er það svo óljóst hvar bjargræði Íslendinga á alþjóðavísu liggur og margir segja að NATO sé dautt Já, bara þessar hótanir beinar og óbeinar eru svona dálítið nærri því að ef ekki drepa þá allavega draga á NATO kraft, sumir kannski fagna því en aðrir ekki en þetta sem þú nefnir með gildina, ef maður hefur ekki sameiginleg gildi og sameiginlegan kompass, þá er maður svolítið út á þekju og ég held að það sé nú alveg rétt hjá Ingu Sæland sem sagði það í Kastljósi í gær að þjóðinni liði bara svolítið illa út af ástandinu í heimsmálunum. Þú nú betur að þér í heimspeki en ég en mér minnir að aldamótin 1900 hafi menn dreið það er álektina af orðum Nietzsche að Guð væri dauður að það vantaði þarna einhver svona haldreipi og ef maður hefur ekki flokksblöðin eins og þegar við vorum ungir til þess að halda sig við og ekki Guð, allavega margir ekki lög og reglu þá er maður svolítið laus í loftinu og kaos. Já. Og eftir efnaðshrunni þá fannst mér eins og margir sem hefðu til dæmis trúað á hins frjálsa markað sem svona eitthvað gott gildi að þeir væru pínu lausu lofti tíma allavega. Já. Heyrðu, förum þá heim. Hér hafa 2 brunarorðið sem við ætlum að ræða. So on. Hvað er merkilegt við það mál? Já, það var bruni fyrir svona rúmið 2 árum í einhverju sem að hét So on International held ég eitthvað slíkt og ég las nú dóminn í gærkvöldi að því það var alltaf merkileg frétt það að fyrirtækið fékk engar bætur og þar var sem sagt athyglisvert að það var nú hafin einhvers konar lögreglurannsókn hvort að forsvarsmaður þar hefði viljandi eða af miklu gáleysi kveikt í. Það mál var fellt niður, sakamálið. En þetta er skemmtileg dæmi að hvað sem líður sakamáli sem er annað fellt niður áður en það fyrir dóm eða sýknað fyrir dómi að þá er hægt að láta reyna á svipuð álitaefni í einkamáli og þar neitaði tryggingafélagið að greiða bætur og sagði þetta er þér að kenna og dómurinn er ítalegur og vel rökstuddur, 2 vanir og virtir dómarar og 1 byggingar og eldsérfræðingur sem að dæmdu þetta
og þar var bara niðurstaðan að hann hefði nú sennilega ekki sko kveikt í viljandi en hann hafði sýnt af sér þvílíkt gáleysi við meðferð eldfimra tækja að það hefði bara kviknað í leið og hann lokaði hurðinni og það benti ótvírætt til þess að hann hefði sýnt af sér gáleysi þannig að fyrirtæki fikk engar bætur samkvæmt þessum dómi héraðsdóms þetta voru háar fjárhæðina, mér finnst þú líklegt að þessu verið áfríða til landsréttar og það verið spennandi. Já. Nú hitt málið náttúrulega bara nýorðið, það að segja bruni í Gufunes í fyrra kvöld og þar huggu margir eftir annars vegar svona ummælum starfandi slökkviliðsstjóra að þeir hefðu nú ekki fylgt eftir ábendingu eða athugun sinni að þetta væri nú rafmagn var í ólagi af því að þetta var bara einhver hjallur en kannski finnst manni að slökkviliðið eigi að gera það og svo hafa margir hoggið eftir því að það hefur verið samið milli eigandans Reykjavíkurborgar og leigjandans sem var kvikmyndafyrirtæki held ég að leigutakinn, kvikmyndafyrirtæki bæri bara alla ábyrgð og það alveg hægt í þeirra samskiptum, það að segja innbúið eða innanstokksmunir sem brunnu auk húsins, þeir eru þá væntanlega bara ábyrgð leigutakans og hugsanlega tryggingufélags þess en það ekki að semja frá sér ábyrgð sem að húseigandi ber samkvæmt lögum hvort sem að mannslíf í hættu eða eitthvað slíkt sem var sem betur verið ekki þá ber eigandi hús alltaf einhver ábyrgð á til dæmis brunavörnum jafnvel þó að þetta sé hjallur hefði ég haldið, þannig að mér fannst það svolítið sérstakt og fjölmiðlar hefði maður kannski mátt höggva meira í það ég sá umræðum þetta á Facebook Já Herðu rétt í lokin Gísli ég held að Helgi afbrotafræðingur hafi sagt einhvers staðar að það sé margt svona svolítið sérstakt við mál meints perverts barnaníðings í Hafnarfirði maður nafngreindur birtar á honum myndir fjölskyldumaður býr enn samkvæmt fréttamiðlum með konu sinni og 3 eða 4 börnum að það hefur margt verið skrifað þetta mál núna síðustu daga eitt að það sé skrítið að hann sé ekki gæsluvarðhaldi annað að það sé óvenjulegt að hann hafi sjálfur gefið þá skýringu á þessu hann hafi verið í blackouti fer þarna inn á næturlagi inn til fólk sem hann þekkir og fer upp í rúm hjá barni það svona ég tek undir það að yfirleitt í svona málum einhver svona andlitslaus oft þetta ekki af þeirri stétt sem að hér ræðir þótt að sé nú engin regla á því afbrot spyr ég ekki stéttir en ef við byrjum á þessum með að hann hafi ekki verið sett að hann gangi frjáls eins og sumir segja í kringum hann það vegna þess að þetta svo fínn maður í samfélaginu Nei, það finnst mér ólíklegt þetta svo alvarlegur glæpur sem að hann grunaður að ég held að það hljóti nú að víkja til hugar til hliðar ef að einhver hefur þá hvað að segja þann fordóm að sem dómari þar að segja eða úrlausnaraðili að það að meðhundla hvítflipamenn eða hvítflipa hvað að segja, menn með mikla menntun eitthvað vægar heldur en aðra ég held að þetta sé svo alvarlegu glæpur að það geti ekki hafa haft áhrif mér finnst líklega eins og við töldum í vetur þegar við vorum að fjalla þetta held ég að sönnunargögnin séu talin eitthvað vægari þá var það að lögregla hafði ekki óskað eftir gæsluvarðhaldi þá var þetta nú alveg á frumstigum
þá voru sönnugögnin kannski ekki eins sterk eins og í 2 öðrum málum, það sem að meintir kynferðisglæpamenn eru í gæsluvarðhaldi einmitt út af alvarlegum brotum sem þeir eru grunaðir um. En hér hins vegar álitamál af því að sko maðurinn, það er ju óumdeilt að hann fór inn í hús þar sem hann átti ekki erindi og gerði eitthvað af sér sem að lífsýni benda á, og þá hefði ég nú haldið að vegna almannahagsmuna ætti slíkum maður að vera í gæsluvarðhaldi þó það sé óljóst sko hvort það sannist á hann endanlega alvarlegri glæpur en að fara inn í hús, að þá er það allavega óumdeilt. Hann fór inn í barnaherbyggi í húsi að það sem hann átti ekki erindi. Sá sem situr í gæsluvarðhaldi, hann hefur enga rödd, hann getur ekki skrifað fjölmiðlum bréf eða byrt yfirlýsingar á Facebook og sagt þetta er harmleikur en ég er saklaus, það er ekki rétt sem að barnið heldur fram og svo framvegis. Er það ekki rétt hjá mér? Já, menn þurfa nú kannski að vera í einangrun til þess að sko skerma það almennilega en menn getur nú yfirleitt talað í gegnum lögmann sinn sko, ég vil þó þau séu í gæsluvarðhaldi sko en hann kom með einhverju yfirlýsingum daginn í gegnum lögmann sinn. Þetta er óþægilegt mál. Auðvitað vitum við bara takmarkað en já, ég veit ekki hvað maður á að segja. Það er þér veist ekkert benda til þess að þarna sé einhver svona stétta. Við vitum náttúrulega ekki af hvað stétt þessir hinir glæpamenn eru sko, sem eru þá að bera saman en ég er ekkert ómóttækilegu fyrir slíkum sjónarmiðum að sko hvítflippar fái stundum aðra og skárri meðferð en aðrir, en mér finnst ólíklegt að það hafi sko spilað inn í þarna. Mér finnst líklega að það séu reynilega einhver sönnugögn og þá vona ég að lögreglan láti reyna það í kæru synjunarinnar. Sönnunargagnanna sem hafi verið aflað, málið sé sterkt og það hafi ekki úrslitað þýðingu að geyma mannin í fangaklefa þangað til dómur fellur. Já, það sé mig grunar að dómarinn hafi talið það og ekki nógu öruggt að hann hafi framið alvarlega glæp en þá kannski bendi en þá kannski myndi ég vona að lögreglan geti sannfært Landsrétt að því að það er óumdeilt að hann fór inn og hitt kemur seinna í ljós, þá ætti hann að sæta gæsluvarðhald með hann. Herru Gísli, þetta er þá bara skammturinn í dag hjá okkur. Þú verður nú kannski svo væn að svara kalli okkar á koma aftur svona eftir 2 vikur. Við höfum svona verið að jafnaði í þessu spjalli okkar aðra hverju viku og ég vona að svo verði áfram. Þakka þér kærlega fyrir samtalið í dag. Takk fyrir mig. Og við höldum áfram hér eftir andartak, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.